Við erum komin inn í hús Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis og hér á fimmtudögum í boði handavinnuhús. Dóra, þú ert að sjá þetta. Hvers vegna eru það þessu? Ástæðan sú að ég greindi sjálf með krabbamein 2011 og í mínu bataferli fannst mér vanta svona einhver aðstæða til þess að hittast og spjalla og ég vil gera handavinnu þar sem ég er textílkennari og er mjög mikið að gera alltaf eitthvað í höndunum. Og svo hafði ég bara lausan tíma í vetur og ákvað að bjóða mig fram til þess að vera með opið hús hérna á 50 dögum og við ætlum að vera hérna í vetur frá 1 til 4. Og það er góð mæting, sé ég. Já, það er mjög góð mæting. Þetta hefur greinilega alveg vantað. Hvað er þið helst að gera í hannyrðunum? Það hefur verið hekla og prjóna og svo núna erum við með jólaföndur. Og þú talar einmitt að þetta veri nauðsynlegt í bataferlinu. Hvað er það sem þetta gefur manni? Ég held bara að allavega mín upplifun svo að þegar ég sit að prjóna eða hekla eitthvað þá líður mér svo vel. Að kannski hjálpa manni við að hugsa jákvætt og vera kannski ekki að velta sér of mikið upp úr veikindunum. Og svo finnst mér bara nauðsynlegt að skapa eitthvað því að þarf að sjá að ég sé að gera eitthvað og búa til. Það er allavega mín. Og það er greinilega fleiri sem finnst þetta? Já. Nú sé ég að það eru, ég ætla ekki að segja bara konur, það eru konur hérna í kringum þig og veistu hvar kallarnir eru? Nei, ég veit það ekki. Það virðist vera erfiðar að fá þá til þess að koma í svona spjall eða opið hús. En ég hvet karlmenn eindir til ef þeir hafa áhuga að koma hingað og ef þeir langar til þess að byrja með eitthvað svona hóp eða eitthvað, að þá er það velkomið. Við höfum húsnæðið og það er bara að hafa samband. Þið hafið mjög góða aðstöðu hérna. Hvar er þetta nákvæmlega til húsa? Í Glerárgötu 24, á annarri hæð. Ég sé nefnilega að þú ert með alveg ofboðslega fallegt tattoo á hendinni. Hvernig dattir í huga fá þér tattoo? Það var nú aðalega, mér alltaf langað til að fá mér smá rós eða eitthvað. Svo fekk ég peninga í afmælisgjöf, ég var 70 í sumar frá systkinum mínum og ég var alltaf að hugsa hvað ég ætti að gera við þennan pening. Og það, heyrðu, nú er það tattooið og ég bara labbaði, ég pantaði engan tíma og labbaði bara og spurði strákinn hvernig geti fengið tattoo, já, hann var eiginlega að loka hjá mér í dag, sagði hann og ætlaði þú fá tattoo, já, hann var mjög undrandi og heyrðu, komdu bara aftur klukkan 4. Og hann var svona ánægður með mig og hann sagði svolítið skemmtilega setningu þar hann sagði að ég væri með svo veðraða húð. Hann yrði miklu lengur með mig af því að ég væri með svo veðraða húð. Og mér fannst þetta svo fallegt að hann var ekki að segja gamla eða eitthvað. Yndislegt bara. En frá handavinnu í húsi Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis ætlum að færa okkur hingað út á Óseyri á keramikloftið en á miðvikudögum er hægt að koma hingað og mála eða móta í keramik. Hvernig er að reka svona verkstæði? Er þetta skemmtilegt? Þetta er rosa stuð. Það er bara mjög skemmtilegt að vera einn á mótnana og steypa og hitta fullt af fólki og já, bara æðislegt. Farða þess yfir fyrir mig hvaðan kemur leirinn? Hvernig fer þetta fram? Við fáum leirinn frá Þýskalandi. Við hrærum hann upp hérna sjálf, við fáum hann bara í duftformi og hérna hrærum hann upp sjálf og steypum allt hér og brennum þarna og púsum og verkum og svo hérna fer þetta niður og þá er þetta tilbúið til þess að mála allir hlutirnir sem við steypum. Ég sé að þú ert með 2 brennsluofna þarna inni, hafa þeir undan? Oftast, stundum væri fínt að hafa fleiri. Að hafa svona á annað tímum, þá væri fínt að hafa fleiri. Þetta er alveg rosalega mikið úrval og kemur mann á óvart í raun og veru að sjá það. Hvaðan færðu öll þessi mót? Þau eru svona ýmist, þau koma öll erlendis frá. Við erum ekki með nein mót sem við búum til sjálf, en þau eru svona ýmist frá Bandaríkjunum eða bara svona héðan og þaðan. Og núna er allt í jóla, er það ekki? Jú. Jólabrjálæði, bara gaman. Og sko, ég sé jólatrí og jólasveina og allt það, en fólk kemur það hingað, kaupir þessi mót og hvað gerir það svo? Kaupir hlutina og mála það og málar það síðan.
Og þarf ekki að brenna neitt á eftir, þetta eru einhverjir litir sem að haldast bara. Já, sem sagt, það eru til glerungar og það þarf að brenna aftur en akrylitina þarf ekki að brenna aftur. Þannig það er svona. En þið gerir meira heldur en bara að framleiða og selja, þið takið á móti alveg sérstökum hóp á miðvikudögum. Segðu mér aðeins það. Yndislegur hópur. Það er hérna, sem sagt, fólk sem hefur greinst með krabbamein getur komið hérna á miðvikudögum og setið og málað og engin kvöð samt að mála, bara koma og ég bið nú oft brandara, þeir eru alltaf velþegnir, en svo er alltaf líka eitthvað svona gott með kaffinu og bara svona spjall og gaman. Hvers virði er það að hafa svona stað til að hittast á? Mjög mikil sviti fyrir okkur sem hafa lent í þessu. Hvað er það helst? Er það félagskapurinn? Það félagskapurinn, svo hressar og fín, skemmtilega konur. Á þetta sé langa sögu? Já, sérst, mamma byrjar með þennan hóp, hún sérst, greinist sjálf og svo byrjar hún með þennan hóp, hvað ætli það séu, 7 ár síðan. Ég voni ég sé að segja rétt, en hérna, það er allan allt í mörg ár síðan. Og þetta var nú voða lítill hópur fyrst, en síðan svona fjölgaði og þetta er bara yndislegur hópur. Og hefur haldist alltaf síðan? Hér í 7 ár koma þeir á hverju miðvikudegi? Hverju miðvikudegi frá 1 til 6 þá er sem sagt opið fyrir þennan hóp. Og það er, ég man ekki eftir miðvikudegi þar sem að mætir enginn. Þannig að. Og þetta er þá opið í raun og veru fyrir alla þá sem vilja og er að kljást við krabbamein? Já, bara endilega. Þetta er bara rosa skemmtilegur hópur. Og hvaða skilaboð eru þetta? Þú veist, hvernig skilaboð er þetta að senda? Að við gerum það sem okkur langar til að gera, það sem okkur langaði kannski þegar við vorum bara ung. Að bara rjúka í það, við verðum bara að lifa núna.